Hafa fyrstu vikurnar verið upp á Skaga? Fyrstu vikurnar hafa bara verið góðar. Ég náttúrulega var þarna í fyrra og þetta var bara mjög gott að vera þarna. Og bara svipað núna, bara geggjaði gæjar þarna og geggjaði umhverfi og bara frábært að vera upp á Skaga, sko. Svona skiptin Skaga með fengu undan þá þetta gekk svolítið hratt fyrir sig eða ekki? Jú, það gekk mjög hratt fyrir sig. Eins og ég sagði í viðtali á daginn og sín þá vissi ég bara að þessu degi fyrir klukkan 2 og vissi ég bara að það væri allt klárt. Og síðan var bara í höndunum á mér að samþykkja þetta og bara mæti upp á Skaga að skrifa undir og síðan bara leikur daginn eftir. Var það aldrei spurning að samþykkja þetta? Jú, maður hugsaði sig alveg sko, en alltaf mjög erfitt að neita liði sem vil fá því að spila í bestu deildinni og bara klúbb eins og IA sko, mjög erfitt að neita því. Hvernig var það síðan bara rúmur sólarhring síðar mættir að spila í bestu deildinni? Já, það var svona, maður þurfti aðeins að klípa sig sko, en þú veist, þetta er náttúrulega bara fótbolti, saman hvort þú spilar og saman hvort þú ert í öðrum flokki, meistaraflokki, þetta er bara fótboltaleikur og en jú, svona eftir á það var mjög gaman að fá fyrsta leikinn í bestu. Hvernig bara fannst þér að ganga? Mér fannst fyrsti leikurinn bara fínn, bara allt í lagi, bara þú veist, mögulega hefði maður getað gert betur í fyrsta markinu en það er bara áfram gakk sko og leikur um FH, það var svona, mér fannst það, ég meina, helt reynu þannig kannski gekk aðeins betur en bara fínir fyrstu 2 leikir á mínum mati sko. Þetta var fljótur að aðlagast frá öðrum flokki yfir í bestu? Já, þetta er alltaf alveg getumunur sko, getumunur og síðan alltaf bara aðeins meira fysikal og bara þú veist, öðruvísi leikmenn að spila og kannski aðeins meiri gæði í sumvarna og svoleiðis en nei, það er bara eins og þess að aðan sko, fótbolti, ég bara gerir mitt besta til að verja markið og já, það er bara svoleiðis sko. Auðvitað Skagamenn reynda náið í vetur, Blikar höfnuðu tilbúinu þeirra, hvernig bara sá það við þér? Var það svekkjandi að einhverju leyti eða eitthvað þannig? Þú veist, já og nei sko, en Breiðablik er náttúrulega frábær klúbbur líka og ég æfði þar í allan vetur og bara geggjaði að vera í Blikum líka sko, þannig það var ekkert eitthvað rosa svekkelsi en jú, það var, manni langaði alveg upp á Skaga í vetur, þeir voru með plan fyrir mig og svona en þú veist, Breiðablik er náttúrulega bara, ég er uppalinn þar og þekki allt í kringum klúbbinn og bara frábær klúbbur sko, þannig nei, þetta var ekkert, það er mikið svekkelsi sko. Erfitt að fara það núna? Já, það var alveg erfitt sko, ég meina, maður er búinn að vera þarna síðan maður var 5 ára og þekkir allt í kringum klúbbinn sko og þú veist, taka stökkið í annað lið, það getur alveg verið erfið stundum en ég meina, ég þekkti aðeins í kringum upp á Skaga og svona, þannig ég myndi bara segja að það hefði verið svona bæði já og nei, erfið ákvörðun sko. Líður vel upp á Skaga eftir dvölunni fyrra? Já, bara mjög vel sko, það er allt þarna gert upp á 10 og það er allt gert til þess að þeir líði vel og bara hugsa vel um þig sko, þannig já, mér líður mjög vel annað sko. Ánægilegt líka að þú þarft ekki að bíða lengi eftir að svona halda hreinu, bara annað í öðru leiknum? Já, það hefur þetta hjálpað sko, en síðan er það bara næsti leikur og það er mjög erfiður leikur sko, þannig en já, það hjálpar alveg sko. Einmitt, bara næsti leikur, fáum við Víkinga í heimsókn í bikarnum, hvernig bara það er verðugt verkefni? Já, þetta er frí núna og svona, en við bara æfum vel og undirbúum okkur vel fyrir leikinn, ég meina eins og staðan í dag þá er þetta bara besta lið landsins Víkingur, svona vinna alla leiki, en já, eins og það segja, þetta er bara verðugt verkefni og bara gaman að fá að taka þátt í þessu sko. Hvernig bara horfir þessi markverðarstaða við þér nú? Er Árni meiddur en þegar hann kemur tilbaka? Já, bara Árni er meiddur núna og hann er auðvitað frábær markmaður og við erum gott samband okkar á milli og bara þegar hann kemur tilbaka þá bara sjáum við til kannski sem minna hann er náttúrulega bara með mikið af reynslu, fullt af reynslu og en þú veist, ég ætla bara að reyna að
berjast við markmannstöðuna. Ég held að það sé þannig í öllum liðum að það eru 2 markmenn sem vilja spila. En já, síðan bara þjálfarinn sem verður liðið og við bara bökkum hvort annan upp. Ég alveg viss það sko. Takk hérlega. Takk.